Komiði sæl og velkomin í Helgispjall. Ég heiti María Lilja og með mér að þessu sinni er Snærós Sindradóttir. Vertu velkomin. Takk. Hvað ætti ég að titla þig, Snærós? Þú ert Galleristi. Galleristi, það er svona nýjasta. Já. Fjölmiðlukona. Já. Og hvað, já, þú ert útskrifuð núna? Já, ég er listfræðingur líka. Listfræðingur líka. Listfræðingur og galleristi, það er svona það sem ég myndi titla mig í dag. Svo geta breyst þetta 2 vikur, hver veit. Einmitt, ég nú þekkti svolítið langan tíma. Þú varst mikill aðgerðarsinni fyrir nokkrum árum. Svo fór ég í fjölmiðla og þá einmitt, þá þarf maður svona aðeins að bremsa sig þar. Kæla, kælingar áhrif að fara í fjölmiðla. Svo bara segir maður skilja í fjölmiðla og bara kveikir aftur undir. Já. Hækkar undir gasinu, sko. Það líst mér mjög vel á. En kannski bara byrjum á byrjuninni. Hver er Snærós Sindradóttir? Byrjum á byrjuninni. Ég er bara stelpa úr Vesturbænum, sko. Maður svona áttar sig á því að maður áttar sig á því eftir því sem maður eldist hversu mikið svona bakgrunnum hans móta mann. Og ég var svo heppin að alast upp í Vesturbænum og miðbænum og vera einhvern veginn í svolítið svona suðpunti íslenskrar menningar. Bara alla mína 100 tíð. Ég gengst alveg við því að vera einhver leiti svona nepo baby varðandi kúltúr. Þú veist, ég tala stundum sko menningarlega yfirstétt, efnahagslega lægri mittistétt, skilur, allavega svona í frumbernsku, sko, og framöndu það. Foreldrar mínu voru svaka ung, þau áttu mig, bara í raun og veru unglingar. Þannig að ég byrjaði fyrstu ára mín í kjallaranum með afa og ömmu og svo bara svona, þú veist, rann þetta einhvern veginn sitt skeið og hér er ég í dag. Það gengur bara vel að vera ég, sko. Já. Það er svolítið svona fyrstu barnasyndróm einmitt, þetta kjallaranum hjá ömmu og afa. Já, og þau skildu, þannig að ég var alltaf svona milli, þú veist, milli heimila, 2 vikur og 2 vikur. Ég er svo heppin að ég stjúpforeldra beggja megin, Gerður og Grím, þau eiga mjög mikið í mér, ólu mig upp. Það er alveg þannig. Ef þeirra hefði ekki notið við, þá væri ég örugglega hvorki fuglafiskur. Með fullri viðingur foreldrum mínum. Nei, ég segi svona, þú veist, þau eiga alveg mikinn heiður, sko. Það er alveg þannig. Já. Þú, sko, að því fyndið þú talar stjúpforeldra, þú ert stjúpforeldri sjálf, varst það mjög ung. Tvítug, þá varstu komin með, 2 stolpubörn? Já, sko, ég er 33 á tvítuga stjúpdóttur, sem er bara orðin hárgreiðslukona og er bara algjörlega eisa lífið. Og 16 ára stjúpson, sem er leiðin í MH, og svo á ég 11 ára dóttur og 7 ára dóttur. Og þær eru ég var einmitt að senda hérna áðan svona myndaserju til Smartland af þeim sem að komu á opnun hjá mér í gær og þá titlaði ég þær bara Urðuvala Freysuði Backmann, myndlistakona, Tíbrá meira Freysuði Backmann, rockari. Sjáum hvort að það fá að halda. Já, en þær eru svo greinlega orðnar miklu karakterar. Já, það er alltaf sér að þetta er plönin og þetta, þú veist, þær eru að vinna í átt af þessu, þannig að erum við ekki öll að vinna í 8 einhverju, þannig að hver er munurinn? Jú, ég sé bara, víst þannig. Ég sé engin mun. Nei, þú, eins og sagðir, þá hefur svona komið víða við. Getur þú sagt mér aðeins, sko, þegar þú varst svona alast upp, hver var stefnan þá? Þú varst í VG, svona róttækur, vinstri, villingur? Já, einmitt. Já, sko, ég ætlaði alltaf að vera leikona, eins og bara klassískt fyrir börn. Mamma var leikona, afi og amma voru leikarar, ég fekk að vera mjög mikið í leikhúsinu, mjög mikið baksviðs, afi var að leika í Snædrottningunni Þjóðleikhúsinu og mamma var örugglega eitthvað upptekinn, þú veist, þannig að ég var í pössun og afi var í vinnunni og ég var hjá kvíslaranum, skilurðu, eða út í sal. Þannig að það var alltaf planið og það hélst alveg lengi þetta plan, þangað til raun og veru fór í leikfélagið í MH og svona, mér fannst það alveg gaman en mér fannst það samt, ég kynntist svolítið að vera svona leikstjóri í skrekk og svona þegar ég var í 10. bekk. Mér fannst það eiginlega miklu skemmtilegra heldur en að vera sjálf á sviðinu, þannig.
og ég fann það líka í leikfélaginu MH og svo gerist það að ég fæ símtal og er boðið sem sagt að setjast í stjórn ungra Vinstri grænna á höfuðborgarsvæðinu og fór bara inn í pólitík alveg bara djúpt. En hvernig gerist það? Það kom bara já, sko, þetta er alveg skrítið Vafki náttúrulega fyrðulega flokkur að mörguleiti ég hafði áður 2007 fengið sem sagt, ég hafði verið skráð í flokkin frá því ég var 12 ára eða eitthvað, því ég var bara með pólitísk og hafði verið að mæta á svona fundi 12 ára og segja bara, þurfi ekki bara að segja hann Davíð Oddssyni að eitthvað, eiga sig þú veist, sem ég veit ekki gera í dag, en ég maður á svona mjög sterka minningu af einhvern fundi með Steingrími og þegar ég 12 ára og segja bara, það er ekki bara eitthvað að bara þóra í kallinn, þú veist að og ég var rosa aktív með foreldrar mínum, sérst, mömmu og Grími í Kárahnjúkamótmælunum 2003, það er svona þar sem að pólitíski áhuginn kviknar, þú veist, þau voru alltaf í því og ég var rosa oft með mótmæli gegn Íraksstríðinu á sama tíma, þegar ég er 11 ára þá vann ég verðlaun í smásagnarsamkeppni æskunnar og fer á Bessastaði og ræði við Ólaf Ragnar, þú veist, út af því tilefni að við skrifa ekki undir lögin Kárahnjúkavirkjun, þú veist, ég var svona krakki bara rosa pólitísk, alveg svaka pólitísk og svo sem sagt ég 2007 beðin að halda einhverja ræðu á landsfundi VG þó ég væri ekkert virk í flokknum á þessum tímapunkti, ég var bara unglingur 2007 er örugglega vorið ég er örugglega í 15 ára og ég bara kem heldur að þú fer veist, og svo árið setna þá er hringt aftur og ég beðin að setja til stjórn og ég segi bara já, ég til ég er svona að sleppa leikfélaginu í MH þessu sinni og fara inn í þetta og mæta á landsfund helgina 4. október og Glitnir hrinnur og við vorum bara þarna, ég var bara að reyna að vera að taka mín svona fyrstu skrif pólitík bara í hruninu og það var bara klikkað tími það var bara geggjað tími mjög spennandi tími rosa svona undiralda samfélagið var á alveg ótrúlega skrýttum stað ég held við aldrei alveg jafnað okkur en þetta bara svona heldtók mig að einhverju leyti ég var bara öllum stundum að hugsa pólitík og skrifa rosa mikið og mótmæla rosa mikið og skipuleggja mér margt og þetta var margt sagt sem var rangt þú veist, á þessum tíma ég varð svona mjög fljótt svona skoðspott fyrir eitthvað skrimsladild sko, þú veist þú veist líka svo lítil og svo auðvitað mamma einn, svo sem hún er já, nákvæmlega og hún, þú veist, hún var auðvitað í Samfylkingunni sko þú veist, ég var í VG við vorum ekkert einhverja svona brjálaða skoðanasystur ekki þannig, þú veist, við erum miklu nær í dag heldur en þarna en þetta var svona mér fannst þetta langur tími en í raun og veru var þetta kerti sem brann mjög hratt þar segja ég fer þetta inn október 2008 og svo bara ég í raun og veru ég hætti 2011 ekki í flokknum en bara svona öllum störfum þannig það bara 3 ára af svona rosa keyrslu kem aðeins inn í örfá mánuði 2013 og fann bara nei hér langar maður ekki að vera mér finnst þetta ekki skemmtilegt og 12. janúar 2014 vakna ég með móral og set mér það áramótaheit sem ég haldi mig við æsíðan að gera bara það sem mér finnst skemmtilegt og fyrsti liður því var að segja mig VG Af hverju fannst þér allir leiðilegt í VG? Mér fannst þetta bara ekki næs mórall mér fannst þetta bara ekki þetta var ekki uppbyggilegt svona. Þetta var ekki uppbyggilegt þetta var ekki svona hlýtt það var ekki samstaða eða liðsheild eða elskulegheit Nei. Þú veist, og ég nærist ekki í umhverfi þar sem að ég verð tortryggin í garð annars fólks þar sem ég óttast það sem verið að segja eitthvað á, þú veist, ég er alveg úberheiðarleg
ég segi það sem ég meina, ég být alveg tungun á mér, en ég segi ekki eitt við einn og eitthvað annað við eitthvað annan, skilurðu mig. Og í þannig umhverfi verði ég svolítið svona, ég pínu næf, þú veist, það kannski ekki fallegt orð að segja sjálfa sig, en ég verð pínu bara, af hverju þetta svona, þú veist, af hverju eru þau ekki góð, skilurðu, það svolítið svona viðbragð mitt. Ég á eina alveg bestu vinkonu sem Anna Jóna og við segjum stundum sko, hún sér okkar internal affairs og ég sé okkar external affairs, ég sé sko heimspolítikina og bara hvað í gangi og hún hefur átt samband bara, hvað í gangi, hérna, getur sagt mér aðeins hvað þessar deilur í sósíalistaflokknum, getur útskilt þetta eða eitthvað, þú veist, og ég alveg, já, þessi og þessi, skilur, þá ég með allt á hreinu, svo hef ég samband við hann og segi bara, getur sagt mér okkur þessi manneskja snappað á mig, ég skil ekki. Og hún getur bara, já, samkvæmt Brené Brown þetta djúbstætt óöryggi hér og þú gerir þetta sem skilur, að ég næ þessu ekki, þessum svona ég sit vel í sjálfur mér og ég er rosalega erfitt með að hafa skilning á fólki sem gerir það ekki og bregst við með alls konar hérna svona ílsku. Ég var sjálf vann ég á Smugunni á þessum tíma. Akkurat. Sem var málgagn Vinstri-grænna og ég kannast alveg við þennan móral hérna þarna. Ég man alltaf mann eftir þér síðan þá. Já, þetta var svolítið svona, þetta var erfitt, þetta var svona klíkumyndun sem er ekki falleg og ekki til framdráttar í stjórnmálaafli, sko. Veistu, ég að galopna þetta, ég að vona að það sé enginn að hlusta á þetta viðtal, en sko stundum, þetta bara að vera hræðilegt. Hvað þú bara með? Það er enginn að hlusta. Smá svona revenge of the nerds. Stundum í þannig hópum að sem fólk kemur saman sem að hefur jafnvel upplifað það að vera hliðsett af einhverju ástæðu sem er bara, það var ekki mest cool í mentó, skiljur, það var ekki einhvern veginn kallinn, svo kemur það saman í einhverju öðru samingi seinna fullorðið og það er eins og það vanti ákveðin félagsþroska til þess að svona rísa yfir bara einhverja klíkumyndun því þú veist, ef það kemst svo í það stöðu að vera kallinn skilurðu mig, í einhver öðru félagskap seinna þá beitir það barnalegum meðalum skilurðu, hefndnördana það er bara það sem ég ætla að kalla þetta og VG er hefndnördana stemningi þarna inni var af því geta auðvitað ekki tala um hvernig núna ég hef ekki hugmynd það hún var þetta og það var einmitt klikumyndun baknag og alls konar svona leiðindi bara almenn leiðindi. Já, þetta var svolítið þannig. Ég man eftir þessu sama. Þú kynnist Frey, manninu þínum í VG, í gegnum VG. Hann var virkur þar lengi. Já, ég held að hann líti á sig sem bara eitthvað svona stoppfélaga. Það var svona erfiðara fyrir hann að skilja við, sko. En hann gerði það svona, mér langar að segja bara nokkur mánuðum á eftir mér. Og hefur aldrei leitið baka. Við deilum ekki í skoðunum með VG í dag. Þú veist, við erum vinstra fólk. Það verðum við alltaf, sko. En okkar skoðunir hafa breyst mjög mikið og ég held ég verði aldrei aftur flokksbundin. Ekki af því að ég líti nefnir fólk sem er flokksbundin, alls ekki, minnst frábært að fólk sé stjórnmálaflokkum nánast hvaða flokk sem er. En því fylgir alveg ótrúlegt frelsi að vera ekki með eitthvað svona línu, flokkslínu. Þá myndar maður sér skoðun bara sjálfur veist, og reynir auðvitað að vera ekki fullur af mótsögnum en samt svona fær bara, já. En maður er auðvitað bara svona einmitt lifir og lærir og breytir skoðun svolítið svona oft á lífsleiðinni. Maður verður að gera það. Af því heimurinn er alltaf að breytast. En maður ætlar ekki að skipta skoðun í heimir með stöðugt að snúast. En þá var maður bara eftir, sko. Jörðin tekur bara nokkra hringi og þú er bara eftir á punktunum sem þú varst á og farið ekki með. Þú veist, það gengur ekki. Við til dæmis erum bara mjög harðir Evrópusambandsinnar í dag sem var ekki pláss fyrir VG fyrir 15 árum síðan. Skilurðu? Það voru 1 og 2 á stangli. En þá svo voru aðrir menn sem voru bara upp í pontu að tala bara að hefnis þeim er svíkur sína huldu mei, þú veist. Skilurðu, þetta er svona
þú veist, og maður segir býtu, erum við ekki með tryggara fullveldi, við höfum eitthvað að segja þarna, þú veist, það ekki að styrkja fullveldið, skilur, það ekki að standa með íslenskri þjóð, að vera partur af bandalagi þar sem að við höfum lýðræðislegt vald í einhverju mæli. Og þú ert í Evrópusinn í dag? Já, bara 100%, algjörlega. Er það eitthvað sem að breyttist þegar þú fluttir svona út til Evrópu? Nei. Ég var orðin svona, EU curious, eins og ég segi stundum, tvítugt. Og svo bara varð ég bara kom út skápnum, sko, þegar Gunnar Bragi sendir SMS til Brussel. Bara, við erum ekki með lengur. Þá var ég bara, skrifaði bara status á Facebook, bara, vá, hvað mér langar mikið í Evrópusambandið. Og það var svona, það var svo mikill svona, það fylgdi þeirri ríkisstjórn svo rosalegur óstöðuleiki. Ríkisstjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokk sem að breyttist svo þetta yfir miðflokkinn þegar það brot varð, en þetta ríkisstjórn Sigmundur Davíðs, það fylgdi svo rosalegur óstöðuleiki og svona ófyrirsjáanleiki. Og það var raun og veru það sem svona sannfærði mig, sko. Ég vil bara fá fyrirsjáanleika, gjaldmiðlinn í líf mitt, skilur. Og síðan þá hefur bara svo trú styrst, sko. Þú ertu ennþá eitthvað á RÚV? Þú allavega verið þar svona af og á, aðeins í sumar, ekki? Nei. Ekkert í sumar? Ekkert í sumar. En ég hef raun og veru ekkert verið á RÚV, það getur vel verið þessu spila þættina mína. Já, það er örugglega það. Já, en ég hef ekkert verið, ég hef ekkert unnið fyrir RÚV síðan gerði Beyoncé þáttaröðina mína í vorið 2024. Sem þessi frá Beyoncé þáttunum og bara áhuganum. Hvaðan kemur Beyoncé áhugi? Hann kom bara frekar seint. Ég man alveg eftir að eiga samtölu í MH við vinkunum mína sem var alveg mega fan og ég hef segið, ekki eitthvað skrítið að vera svona rosalega aðdáandi. En svona, sko, þegar að self-titled platan kom út, Beyoncé platan, þar sem hún svona breytti leiknum, ekki bara fyrir sig, heldur bara tónlistarbransan, þegar hún droppar plötu sem að enginn vissi af og hún var tvöföld, hún var bæði sem sagt lög og hún var full visual líka, hún var sem sagt alveg myndræn líka. Þá var ég orðin aðdáandi, ég man það, því að fyrir mig var þetta risa moment þegar hún, nú sletti ég alveg rosalega, en sem sagt þegar hún kemur alltaf leið, það verður ekki á RÚV. Já, nákvæmlega. það er alltaf leið. Hér tölum við enn, sko, samstöðinni. Já. Þannig ég var orðin aðdáandi þá, en 2012 er líka 21 ár, sko. Svona aðeins fyrr. Kannski Run the World Girls ég man eftir einhverjum status á Facebook, ég man svo margt. Frá Facebook er líka svolítið gott, svona upp á frísku upp á minnið. Já, þetta var enda status frá einhverjum nafntóðum feminista, þannig að það kemur ekki upp í memory sem ég sem að var sérst að gaggrina Run the World Girls lagið hennar. Segja bara, vá, veit hún ekki hvað heimið búum. Svona, þetta var inntak statusins. Og ég man að ég svona, þú veist, nei, hefur þú engan popkultúrskilning, þú veist. Þannig ég var alveg greinlega orðin hörð þá, en ég er brjálæðislega harður Beyoncé aðdáandi. Það er bara þannig. Og það er bara fyrsta skipta á minni ævi sem ég er svona eitthvað superfan, sko. Þú veist, svona eitthvað mega aðdáandi. En ég er bara mega aðdáandi. Ég bara tengi mjög mikið við þessa konu. Auðvitað er hún full af göllum og hún er alveg brjálað kapitalisti og trúir rosa mikið á sinn guð og þú veist, það eru alls konar svona fjölskyldu gildi sem að við deilum ekki, þú veist, hún frá Ameríku með allt annað bakgrunn, þú veist, þannig að ég segi alltaf bara skiljið bara, þú veist, skiljið mig það er bara svona En það er, þú veist, það er svona afurðin og listamaðurinn svolítið. Já, algjörlega, og bara hún er bara óstjórnlega fögur, brjálæðislega kraftmikil, gríðarlega hæfileikarík. Hún er svona svo sem að aðra listamenn, hún er forgöngu kona, úst, í menningunni. Og svo bara býrum til skemmtilega músík sem að höfðar til mín og ég er alltaf
hver einasta árið það kemur hérna Spotify Rap, þá ég alltaf þú ert í 0,001% af Beyoncé hlustundum á heimsvísu. Check. Og ég held að ég hafi fengið eitthvað svona mjög vandræðalegt síðast. Eitthvað svona úlingalegt, Deftones eða eitthvað. Já. En hérna... En ég sko rockar í grunninn, þannig að þetta alveg svona pínu fyndið svona... Einmitt. Já, þú veist, en þetta hún og Nina Simone eru svona mínir 2 idol og það eru þetta bara mjög tengdar. Þú veist, Nina Simone líka idol fyrir Beyoncé, sko. Það ekki þessum sem að Nina Simone mitt idol. Ég myndi helst vilja taka allan katalóg Nínu og setja á heimsminjaskrá UNESCO og bara fá að verja hann, sko. Þannig að þetta eru svona, já, það eru svona 2 algjör svona máttastólpar í mínu lífi. Ef ég þarf á einhverju tilfinningu að halda, einhverjum krafti eða ég þarf góða stemningu fyrir sunnudagsbrönns eða ég þarf góða stemningu, skiljur, þá það Það svona önnur hvort. Já, Nína á sunnudögum og Beyoncé á föstudögum. Já. Hérna, þú myndist á hérna feminista og hérna svona nafntúaðan feminista. Þú náttúrulega svona lifðir og hræðist líka svo litið í þeim heimi. Það kannski tilheyrði, það náttúrulega tilheyrði ekki VG. Það var mikil miskilningur en það var svona ákveðin kúltúr þar inni sem var svona ítti undir svona feminisma. VG vildi vera leiðandi í feminisma í stjórnmálum og setja það, kvenfrelsistefna VG var svona ný af nálinni í stjórnmálum og þess vegna voru margir feministar í VG og mynduðu svona klíku, sko. Já, þau voru ekki alltaf góðir við þig, þessir feministar. Nei, ekki alltaf. Nei. En það bara Revenge of the Nerds, nei. Það bara, það bara, þú veist, ég var auðvitað ástöngin af manninu mínum sem að, var giftur inn í þessa klíku. Við erum búin að vera saman í 14 ár og tímarnir breytast og mennið með stundum hefur mér þótt feminismin sem að ríkti VG verið orðin ekki að borði og í mínum huga ég hef reyndar alltaf verið mjög þroskuð og svona bráðþroska en í mínum huga svo við séum bara útafnu hérna skandal hvað fólk leyfði sig gagnvart 17, 18, 19 ára ungling. Það alveg þannig. Fullorðið fólk. Kannski aldrei foreldra mína. Sem að leyfði sér alveg að koma fram með þessa stelpu eins og bara eitthvað druslu, sko. Sem ég auðvitað ekki. Ég rosalega mannakamensti. En ég alveg búin að fyrirgefa allt sem gekk á þarna, sko. Ég hugsa aldrei það að ég gleyma engu. Það mitt helsi, sko. Ég gleyma aldrei neinu. Þannig að, Það öfugt við mig, ég gleymi öllu. Já, ég gleymi aldrei neinu. Ég ekki með ljósmyndaminni en eitt svoleiðis. Ég man samtöl og dagsetningar og í hverju var og hvernig mér leið og hvað gerðist, sko. Oftast. Það ekki, hausinn að þau ekki að springa? Nei, hann rosaskipulaður. Það bara góðar skúffur, sko. En það gerir verkum að maður ég segi að ég hafi fyrirgefið, ég hef alveg fyrirgefið en ég hef ekki gleymt og ég get verið langrækin. Okay. Já, en þetta mjög langt síðan. Og þetta margt gerst og breyst. Já, heimurinn hefur snúist síðan þá. Og ég hef alveg líka bara rosa mikið starfsmíns vegna í fjölmiðlum setur maður persónu sína mjög mikið til hliðar. Þannig ég hef allir tíð þurft að hafa samband við fólk sem kom kannski ekki vel fram með mig í blaðamennsku tilgangi. Og þá myndast samskipti sem eru annars eðlis en persónuleg og það bara ágætt að búa til þá svona gjá. Já, en ég svona
já. Ég veit ekki alveg hvernig ég, þú veist, fara í þetta þannig að það sé smekklegt. Þannig að, en, já. Viltu reyna? Af því við erum búin að tala svolítið vafki og svona. Já. Sko, stærsta lindamálið í íslenskri pólitík að fólki sem bestu mann fólki í Sjálfstæðisflokknum. Það almennilegasta liðið alltaf og hefur alltaf verið. Við mig, sko. Já. Það breytir þýðir ekki að ég verði hægri kona á einni nóttu, alls ekki. Ég bara mjög mikið vinstri kona og þau verða það við mig. En svona mestu almennilegheitin hafa alltaf komið þaðan. Hvað heldur það sé? Ég held að segja því að það ekki hendnördana þar. Ég held að þessi fólk sem að tekið út fullan félagsþróska. Þú veist, þetta ekki allir. Ég meina, Sjálfstæðisflokkurinn völdarhreyfing og vafki líka. Þú veist, það fólk í góðum flokkum, sko. Þú veist, ég held að það sé stóra ástæðan fyrir því. Já. Að það bara, já, ekki algilt. En þetta bara mín reynsla. Já, ég man, það var einhver listnemi sem að gerði verkefni þetta. Hún var með gjörning. Fór inn á fund hjá Sjálfstæðisflokknum sem mikil vinsturkona, en það var svo vel tekið. Það var mjög áhugaverð stúdía, sko. Ég fór inn á landsfund Sjálfstæðisflokksins sem blaðamaður. Fundin sem að Áslaug Arna skákaði Guðlaugur Þór í ritara, hann dróð fram på sig tilbaka, hann var sittandi ritari og ég bara fylgdi slottningu að mörgu leyti, sko. Mér finnst þetta bara ótrúlega samkoma, gríðarlega vel að henni staðið, brjálega skipuleg. Það eitt af flottasta í svona showbiz sem ég hef séð á Íslandi, sko. Það alveg þannig. Þau kunna þetta alveg. Hér ég ekki að mæra Sjálfstæðisflokkin eitthvað djúpt varðandi stefnumál eða eitthvað, en þau kunna að taka utanum fólk og það rosalega stór partur í þeirra velgengni sem auðvitað, þau kannski að missa svolítið niður núna. En ég ekki trætt við að segja það. Ég vil frekar hafa sterkan Sjálfstæðisflokk heldur en sterkan miðflokk. Já. Þannig að þú veist, mér finnst það betra jafnvægi í íslenskri pólitík. Á svona tímum sem þessum. Sjáum til. Kannski muni sjálfur brjálæðislega mikið eftir þessum ummælum. En maður má breyta skoðun. Já, algjörlega. Og þú veist, en hérna... Já. Sko, það líka eitt í þessu. Sjálfstæðisflokkurinn ekki sami flokkur á hann var einu sinni. Þegar að afi minn og amma voru að berjast í bökkum í leikfélagi Reykjavíkur, voru með 50 krónur per sýningu, held ég að hafi verið, unnu í Iðnó og voru byggu á Falkagötunni. Þá var það fyrst Geir Hallgrímsson sem borgarstjóri Reykjavík og svo Davíð Oddsson sem borgarstjóri Reykjavík sem voru þeirra sterkustu bakhjarlar, ekki persónulega, þetta leikfélags Reykjavíkur. Þeir eiga allan heiður á því. Þarna var Sjálfstæðisflokkurinn flokkur sem skildi gildi menningar og skildi það hversu mikilvægt það væri að eiga ekki bara þjóðleikhús, heldur líka borgarleikhús. Svo tekur Vigdís Finnbogadóttir við leikfélaginu og fer í raun og veru í þann fasa að setja upp leikár nokkur sem að gætu safnað inn þeim peningum sem þyrfti til þess að byggja borgarleikhús með stuðning frá kannski ríki og borg, en allan að borg og svo framvegis. Og borgarleikhúsið máttarstólpi í íslensku menningarlífi í dag sem að sér alveg fullt af fólki fyrir atvinnu. Mér finnst Sjálfstæðisflokkurinn algjörlega hafa mist af þessu mikilvægi í dag, mikilvægi skapandi greina, en það hafa aðri flokkar líka gert. Þú veist, við töpuðum einhverju hérna í hruninu, við fengum eitt eldgos og kveiktum á gildi ferðaþjónustu, en gleymdum því hvaða sem gerir þjóð. Og það ekki þjóðveir. Skilurðu? Það ekki það sem myndar þjóð. Það sem myndar þjóð að geta haft, ég meina, tökum bara Fissersund sem dæmi. Ilmverslununa í Fissersundi sem að í eigu frábæra listamanna. Þau að skapa
einhvers konar identitet fyrir Íslendinga í gegnum ilm. Útilykt í samstarfi við 66 gráður norður eitthvað sem að bara frábært verkefni og getur, ef að við nærum þetta, orðið eitthvað sem að við bara raunverulega teljum að sé íslensk útilykt. Skilurðu mig? Þú veist, og það þetta, hún þetta hönnuðanleg, skilurðu. En að koma íslenskir útilykt í flöskur og þú veist, ég gaf vinkonu minni sem að fekk íslenska ríkisborgararétt daginn en hérna flög á landibrott, ég gaf henni útilykt kerti og sagði hversu ferð þá tekur Ísland með þér þegar þú kveikir á kertinu og færð útilykt, íslenska útilykt, skilurðu. Til að hafa ekki með vegabréfið, það skilurðu mig. Þetta þú veist, þetta gerist ekki með því að malbika vegi. Ég er ekki að segja að það sé ekki mikilvægt að malbika vegi, en við verðum að gera hitt líka. Já, svona hlúa að litlum verkefnum og svona hlúa menningu í stór og smáu, vera stórhuga, þú veist, setja stefnur. Mér varst Lilja Alfreðsdóttir rosalega góð í því að hugsa stórt. Hún vill bara koma íslenskir menningu, vildi og vill örugglega koma íslenskir menningu út, þú veist. En hún var líka bara að hringja í Disney og segja, vil ég gjöra svo vel að hlúa að íslenskar tungu heima fyrir, ef það ætlaði að vera á íslensku markaði, sem gerðu. Ég hef ekki séð marga vinstrimenn hugsa svona stórt fyrir Íslands hönd. Bara, ég man ekki hvenær það gerði síðast. Og ég held að það sé mjög umhugsunarvert fyrir íslenska vinstrið. Fyrir hvern það? Er það alltaf að bregðast við brennandi húsi eða ætlar það að halda slöngunni í átt á húsinu og hugsa ok, en hvar ætlum við að byggja næst, sko? Þú veist. Skilur, það verður að gera bæði og við getum alveg gert bæði. Ég meina, ég get gert marga hluti einu, sko. Það er mörg hólf hérna. Já. Sko, taldum íslenska vinstri, þá náttúrulega það sem hefur klofið íslenska vinstri núna undanfarið þetta samtalið bók. Já, ég er glaðvakandi. Já, þú ert þar. Já, að sjálfsögðu. Þetta er ekki orð sem myndi notum sjálf á mig. Ég hef aldrei hitt vinstri mannsku sem að lýsi sjálfur sér sem bók. Sko. Nei, en ef þið viljið nota þetta orð, þá er ég glaðvakandi. Já. Það er alveg þannig. Ég veist bara allir eiga að vera með alltaf. Það er alltaf pláss hjá mér. Ég er eitthvað gallerí, það er alltaf kaffibolli ef þú kemur og hann er frýr. Skilur, hann á menn kostnað. Það er bara allt í lagi. Sem aðeins meira frá galleríinu. Þetta er gallerí sem hvað er að byrja? Byrja bara fyrir 2,5 viku. Já, þegar ég flutti heim frá Budapest. Já. Nei, Syndgallerí er mjög stórhuga verkefni sem að ég stend í ekki bara í dag, heldur næstu 30 árin ef vel gengur og það á að ganga vel. Ég var dregin, ég var með kennara í Budapest, ég var að læra art management. Sko, þetta er myndlistarstjórnun í raun og veru. Stjórnunskapandi greina er líka ágætis orð, þetta eru auðvitað samlegar áhrif en mitt fag var alfarið tengt myndlist. Galleríum, listarsöfnum, alls konar listamannareknum, rýmum, stúdíó, leigu, allt þetta sem tengist myndlist. Og því ég með listfræðigráðu frá Háskóla Íslands og Columbia University og það er, má kannski segja það er bara mjög sterk gráða listfræðin í Háskóla Íslands. Bara mín reynsla hafandi verið bæði í New York og Budapest er að svona myndlistarlega séð er gráðan hér heima mjög sterk. Allavega, ég var með kennara sem er kúrator og heitir Livia Paldi, mikill feministi og svona getur ímyndaðir Annie Lennox og þarf það eiginlega ekki að ímyndaðir eitthvað Annie Lennox, eitthvað aðra, þetta var bara Annie Lennox að var að kenna mér nema hún söng ekki í tímum og það er rosalega gaman að tala og rosalega alls ekki gaman að hlusta á þeirra. Hún þoldi ekki, hún var pínu heyrnarskerðingu þannig að maður sagði eitthvað þá bara svona og svo hélt hann fram að tala eitthvað hún var alveg ótrúlega, allavega hún dró okkur inn í vintage fatabúð í
Búdapest í hverfi sem heitir 8. hverfi og núna sem sagt svona að verða gentrified. Til eitthvað íslenskt orðið við það? Ég man ekki hvað það en það til. Allavega. Það var ekki áður. Hún var 33 ára þegar hún var að vinna í Ludvíkssafninu sem svona nútímalistasafni í Búdapest sem að byggir á einkasafni Ludvík hjónanna, mikið ríkidæmi, áttu enga erfingja og stofnuðu listasöfnum gerðalla mið-Evrópu en raunveru opinbert safn stuttumáli, það kom þetta ábærslega ríka og þessari ríku listaverkasafnarar og gáfu Búdapest gríðarlega verðmætt listaverkasafn gegn því að borgin ræki safnið. Og hún var listrænn stjórnandi eða sýningarstjóri hjá þessu safni 33 ára gömul þegar Orbán tekur við aftur 2010 og fann bara hvernig svona rúllukran hertist. Það gerist auðvitað fyrst með sjálfsreitskoðun. Það alveg rosalega mikil sjálfsreitskoðun sem á sér stað í tilfinningunni hvaða viðbrögðum hvaða viðbrögð geti ætlast til að fá hérna. Jafnvel áður en að viðbrögðin hafa komið. Fólk vill ekki rekast á vegginn. Frekar stoppar það sig af áður en að veggurinn kemur. Og hún fann mjög fyrir því, jafnvel áður en Orbán var byrjað að hafa eitthvað puttana og ég held að hann hafi bara mjög lítið puttana í þessu safni. Ég held að sjálfsveitskoðun hafi algjörlega held ekki þetta safn að mörguleiti. En samt svona það var annar kennari minn var rekinn á þessum sama tíma og svona hliðsettur frá öllu sem tengdist menningar svona allavega, skiptir ekki máli. Hún ákveður að stofna feminist gallery, þar að segja exhibition space. Fólk skilur ofta ekki alveg munin. Það er að segja annars vegar eru sýningarrými sem eru nauðsynleg og hins vegar eru gallery sem að selja. Sýningarrýmin eru svona, þetta bæði erfiður rekstur en sýningarrýmin eru kannski rekin oft af listamönnum og eru svona það er svona njóta aðeins annara lögmála, þau fá kannski styrki og svo framvegis og meðan að galleríin selja. Hún opnar svona sýningarrými og rekur með því vintage fataverslun til þess að halda rýminu uppi. Og hún velur sér hverfi til þess, hverfi sem var 8. hverfi sem var þekkt fyrir að hafa sígauna, þarna voru vændiskonur á næsta torgi, þarna voru fátækt fólk, fíkniefna, sala, hún valdi þetta viljandi af því hún vildi koma menningu inn í svona stað sem að þótti hættulegur í Búdapest. Síðan hefur þetta margt breyst, ferðaþjónustan að taka yfir alla borgina og borgir eru að þroskast svolítið frá, það er alltaf verið að ýta svona, ef við segja myrkari kemum borgarna lengra í útjaðarinn. Og ég sit og hlusta bara í andut á hana og hugsa, byrju, er þessi kona hér í Búdapest þar sem er engin kona í ríkisstjórn og það er búið að taka burt réttindi hinsegin fólks og það er búið að gera allan óskundan. Það er eitthvað feminist gallery, búin að gera 10 ár, en á Íslandi, sem er jafnréttisparadísin, þá erum við svo opbáslega jafnréttisinu að við getum ekki búið til neitt sem að heiti bara feminist og lyfta okkur að fylgja einhverju hugmyndafræði og lyfta okkur að fylgja einhverju, við getum ekki sagt það. Og bara hugmyndi var komin. Ég bara fór mamma var í heimsókn, ég fór út að borða með henni kvöldi, sagði henni allt sem ég ætlaði að gera. Vaknaði morgunin eftir morgumat og sagði við Frey, manna minn, ég ætla að setja fjárhagslega framtíð okkar í fullkomu uppnám. Og var bara brjálið við því að hann skildi ekki segja bara, Ég var hann ekki, ok, yes, nei, hann var bara, go baby. Hvað áttu við? Býtu, finnst þér það góð hugmynd? Og ég bara, hvað? Akkur getur ekki, þú veist, alveg mér finnst það bara fáránlegt, hann skildi ekki bara strax hafa vagnin. Það tók korter kannski, þegar ég var búin að taka eitthvað svona, og hann er bara búin að vera síðan, alveg með. Þannig að þetta er það sem heitir upp á enskuna commercial gallery. Það selur list og hefur það markmiði að koma á framfæri, að þegar listheimurinn er alþjóðlegur, að koma á framfæri list sérstaklega kvenna og hinsegin fólks á Íslandi.
ég fekk spurningu ger, ætlar aldrei að sína verk eftir kall? Jú, ef það er rétt list. Þetta er málefnadrifið gallerí. Þetta er list sem að hefur eitthvað að segja. Og það er fullt af mönnum sem hafa fullt að segja. Útskýrðu aðeins þetta málefnadrifið gallerí? Það er ekkit erfitt að útskýra það. List er auðvitað alls konar. Stundum er talað listarna vegna í einhvern tilfellum. Art for art's sake. Sumir listamenn eru að reyna að koma fegurð á framfæri eða eru mjög abstrakt og það snýst bara flötinn og litina og hvernig þau hughrif verða. En aðrir eru með eitthvað svona málefni, eitthvað kannski ekki eitthvað dorðan, svona eitthvað agenda í sinni list. Þú veist, eru með eitthvað skilabóð. Og þetta er gallerí fyrir þá listamenn og þá listunnendur sem að kunna meta þannig list sem að er pólitísk list. Já, einhverju liti og pólitíski víðu samhengi. Næsta sýning, núna er sýning Rúri, tímamát sem er auðvitað rampólitísk og snýst vatn og framtíð mannkins og eitursvöl sýning ótrúlega flott og Rúri er auðvitað bara algjörlega tímalaus töffari. Hún er orðin 74 ára gömul, bara jálaðislega sýnir rosalega vinnuörku, alveg svakalega og nattni og virðingu við sína list og er auðvitað eitt fremsti listamaður þjóðarinnar þó að ég veit að hún sé ekki hrifin að ég skuli segja það en það er þannig. Gríðarlega virt, sérstaklega í Norður-Evrópu, algjör frumkvöðl í vídeólist, frumkvöðl í gjörningalist á Íslandi og er enn að gera gjörninga sem er mjög óalgengt að fólk sem er svona komið af svona, ég bara leifa ykkur að segja bara, fólk sem er orðið gamalt fólk sé að leifa sér gjörninga. Hún gerir alveg gullfallega gjörninga og er auðvitað algjör frumkvöðl í náttúrulistinni sem er allt líkandi núna. Hún er búin að gera hana í áratugi að spyrja spurninga bara hvernig komum við fram við jörðina en gera það svo opaslega fallegan, ljóðrænan, kraftmikinn hátt. Þannig að mér langaði að byrja með henni. Næsta sýning er frá konu sem er fædd 1999 og er einn svona frambarlegasti fótorealist, portréttlistamaður Íslands og þar skilabóðum kannski bara annars eðlis, þess snúast bara líkamann og þú veist, þetta er allt annað myndmál heldur en Rúri er að bjóða upp á og snúast svona, þau eru svona hollensku meistararnir svona hversdagslega senur í nútíma heimi, þú veist. Hollensku meistararnir voru oft með konu inn í eldhúsi að hella á könnu, þú veist, þetta var aðeins annað heldur en var í gangi á Ítalíu sem allir voru svona svolítið uppstiltir, þú veist, eða svona sögumálverk. Þetta er svona bara hversdagslega senur, nema þetta er í nútíma samhengjum, þetta er hertislíf og alveg frábær. Það sem er kannski bara geggjaðslega fallegt málverk af allsbyrði stelpu upp í rúmi að dúmskróla í símanum, skilurðu, svona hversdagslega senur. Það er mjög áhugavert. Já, bara verður mjög spennandi, við opnum 3. október með þá sýningu. Já, þannig að það er nóg að gera. Já, það er nóg að gera. Það er rosalega mikið að gera. En þú hefur alltaf verið svolítið þannig. Það er alltaf nóg að gera hjá þér. Af hverju ertu alltaf upptekinn? Ég geta. Annars ætla að vera eitthvað að storma og tala eigið ágæti. Þá segir stundum að ég sem er gott vinsluminni. Þú veist, ég er svolítið svona, ég er 12 af dýrargerðinni uppi, þar að segja að ég get gert margt í einu og ég ræð svolítið við að vinna mikið, ekkit endilega, ég ræð ekki við að missa svefn, þú veist, ég get ekki tekið eitthvað all-nightera til að koma einhverjum verkefnum í það er ekki hægt. Ég get þetta alveg unni til, þú veist, 1 á nóttunni eða eitthvað, en ég verða, ég funkar ekki ef ég fæ ekki að sofa, ég vil helst svolítið þéttan ramma og það gerist í raun og veru því ég átti dætur mínar því ég var að vinna á Fréttablaðinu því ég átti eldri dóttur mína
og þá var maður ofta að mæti vinnuna klukkan 9 á mótnana og ég var bara ofta að skrifa til 8 á kvöldin eða eitthvað svona, þú veist, og bara eitthvað rugl. Kom mér ekki að verki. Svo eignast ég dóttur mína og það varð bara mikilvægt að komast heim og það kom svolítið góður svona strúktúr. Þannig ég kem mér mjög vel að verki, ég ekki með athyglisbrest og það einu fáum held ég. Já, ég bara ekki með athyglisbrest. En ég bara afkasta svolítið, ég ofhugsa ekki hlutina. Hlutir kom bara frekar skýrt upp hugmyndir og svona og þá bara fer ég svolítið þá leið. Ég ekkert endilega að hugsa þá, þú veist, ég ekkert endilega að velta mér upp úr, þetta rétt, eitthvað mjög lengi, ég bara veit það svolítið, ég er svolítið svona eins og ég sé krossaprófið það sem að ef að þess að koma upp í hugan er líklega rétt. Þú veist, þannig er svolítið lífið. Þú sjálfsörugg. Já, mjög. Er það? Og stundum finnst fólki alveg fáránlegt. Það stuðar fólk? Já, það gerir það. Það gerir það? Já, það gerir það. Og það er bara allt í lagi. Það segir miklu meira það heldur en mig. Að því ég er ekki sjálfsörugg til þess að berja aðra. Þú veist, ég gerir það ekki. Ég er ekki sjálfsörugg til þess að láta öðrum líða illa. Það er ekki markmið mitt og hefur aldrei verið. Þannig að ég er búin að læra það ef ég stuða fólk. Þá bara verður svo að vera. Ég get ekki eitt tíma það. Nei. Það get ekki allir elska mann. Nei, guð minn góður. Þá væri ég líka hvorki fuglinn fiskur, sko. Ef allir myndi elska mig, þá væri ég líklega ekki að gera neitt. Það stuður fólk að ég viti hvað er að hugsa hverju sinni og sé ekkert sérstaklega mikið að veltaði fyrir mér. Og ég er bara orðin og gömul til að, ég hef eiginlega aldrei haft áhyggjur af því. En ég hef sérstaklega litlar áhyggjur af því núna. Ef ég er ekki allra, þá bara er ég ekki allra. Það eru ekki allir fyrir mig, heldur. Skilur. Það er bara fullt af fólki sem hafa ekki til mín og það er alltaf læg. Við erum ekki öll púsl sem passa saman á alla kanta, sko. Þú veist, það bara... Okkur ertu svona samt? Ég veit ekki. Ég veit það ekki. Er þetta, þú veist, amma og afi, er þetta mamma, er þetta Grímur eða pabbi eða stjúpa eða eða bara svona sittlita hverju? Ég fekk alveg slatt af hrós með, sko, en ekkert ofgnótt. Þú veist, þannig að stundum hittum maður fólk sem hugsa, þér var hrósað mikið æsku. En ég fekk alveg, ég veit ekki með þetta sem, þú veist, þetta ljóð sem þú skrifa, er þetta gott? Þú veist, skilur, það var alveg, fyrstu 8 þessi prófi, það fyrst ekki 10. Þú veist, það var alveg gagnrýni sem var bara holl, stundum pirrandi, oft pirrandi. En þú veist, þannig að það er ekki þannig að ég hef fengið eitthvað svona uppeldi sem var bara eitthvað glory. Stundum ef ég er í hrókafullu buxunum mínum, þá segi ég bara, það verður aldrei neitt komið upp í mínu lífi sem að gefur til að ég hafi ekki efni á þessu sjálfstrausti. Það verður aldrei neitt gerst það verður aldrei neitt komið upp það sem að ég hef hugsað vá hvað ég er mikið drasl. Það er bara ekki gerst. Þetta hefur maður gert mistök. Þú veist, en ég veit alltaf að ég skila góðu verki. Og ég veit ég er að vanda mig alltaf og það skiptir mig mjög miklu máli að vera svona mitt nafn sé ekki einhvern veginn hvað ég segja, þú veist, ef nafn mitt er við verk þá verður það verkið að vera gott, sko. Þannig að já, en svo veit ég er ekkert rosa mikið að velta fyrir mig hvað fólki finnst, þú veist, ég eyði rosa litlum tíma í félagsaðstæðum, í að vera eitthvað að reyna að lesa í hvort fólk sé að fíla mig ekki. Mamma tala stundum svona ómeðvituð börnin sín, þú veist, ég og bróðir minn, að við erum ekkert alltaf hérna. Þú veist, ég hugsa rosa lítið, ég er rosa lítið ofhugsari, ég er rosa lítið að hugsa, ég ligg ekki að kottanum að hugsa, ég hefði ekkert að segja þetta. Samt alveg hlutir sem ég hefði ekkert að segja. Skilur mig? Ég bara kasta þeim svolítið svo að ég tók enginn eftir þessu. Er þetta svona eins og þegar eins og talaðum að vera, þú veist, eins og kallar, hugsa. Er þetta svoleiðis? Einu sinni var ég spurð, ég var rosa sári við því að það var svona mitt erfiðasta ára 2021 og þá var ég með hitti ég fyrir tilvíðun yfirmann minn á bar og
var eitthvað svona yfir bjór að reyna að semja mig í einhverju stöðu sem var að vera búið að lofa mér og hérna, gekk svo ekki upp. Það var ekki að ljóst að gengi ekki upp á þessum tímapunkti og hann segir eitthvað svona hérna, þú ert nú ekki allra, þú veist, og ég alveg, nei, ég meina, ég er ekki beðið að vera allra, ég bara beðið að fá til starf. Skilur hvað mál skipt það? Þú veist, mér er alveg saman þess ekkert allra. Og þá segir hann, byrju, ert þú ekki að liggja á, ert þú ekki að liggja á nóttunni og velta fyrir því hvað öðru fólki finnstu þig? Nei. En þessi setning, af því ég var á veikum stað, þá fór hún rosalega undirskinnið á mér og tók mér raun og veru 3 ár að vinna úr henni. Af því ég las þessa setningu sem sko... Að þú ættir að gera það? Ég ætti að vera að gera það. Þú veist, ég bara... Skilur, og fyrstu mánuðin voru svona paranoia sem hann bjóð til. Algjörlega, og með þetta við erum búin að klára þetta, við erum búin að eiga þetta samtal sem ég er búin að segja bara, mér leiði eins og verður að segja að allir væru að, þú veist, ég þyrfti virkilega að passa mig þegar varu allir að baktala mig. Að ég svona bara undir fólk sem að, var alltaf berið undir fólk sem að ég svona treysti. Og allir koma fjöllum, auðvitað, skilur, nei, þú veist, en samt ég svona fann að var ekki verið að ljúga mér. Ég var alveg rosalega að hugsa yfir þessi setningi rúlaði haustum að mér oft, sko. Af því kannski þetta var svona fyrsta skipti sem að, þú veist, það kom eitthvað svona rosalega blatant. Svo var það ekki fyrir en, þetta var 2001, svo var það ekki fyrir en í fyrra. Ég man ekki alveg hvað gerðist til þess að allt í hennu fattaði ég, hann var að tala um sig. Já, einmitt. Ok. Þú veist, að því ég myndi samtala orð fyrir orð, þá gæti allt í hennu púslað, já, þetta var leiðin var hérna, þú ert nú ekki allra, nei, ég þarf ekki að vera allra, mér er alveg sama. Nú, byrju, ert þú ekki að hugsa, liggur þú ekki á nóttinu og velti fyrir hvað öllum fylgst þig? Nei. Þetta var ekki samhenginu, ég vil fá starf. Þetta var í samhenginu, er alveg saman, þetta ekki allra. Það var ótrúlega gott að klíra þetta. Það var mikið frelsi. En ég bara ligga ekki nóttinu og velti fyrir mér. Ég er ekki að hitta alla alltaf. Nei, það er einmitt eins og þú segir að því að hann var að tala um sig, það er rosalega holdt, ég fattaði það ekki fyrir hann alltaf seint, að áttaði mig ekki á því að allt sem að fólk segir við þig, einhvern veginn, svona sem að virkar kvikindislegt, er það að segja um sig. Já, það er mikið klísi að segja. Ég veit að það er svo mikið klísi, en það er þannig. Já, það er raunverulega þannig. Já. Og það er svo brjálæðislega klísi að segja það að maður hefur eiginlega hafnað þessu, hafnað þessari skýringu lengi, en takk fyrir ég hef algjörlega hafnað þessari skýringu en svo áttar maður sig á því þegar maður verður eldri og ég held að segja engin afnöndun sko að ég veit að ég er ég og kem alltaf einlægt fram og ekki með undirförli og er oft opin bók, ég er ofta að segja fólki eins og bara í þessu viðtali hér sem ég vona enginn hlusta á að ég er ofta að segja fólki sannleikan skilur, ég ætla að segja fólki bara hlutina eins og þau blasa við mér þó ég ætti, þú veist, gáfulegur að væri að býta tungun að gera það ekki það er ekki þannig þessi hömlulaus þú veist, ég er það ekki Það er ekki ókurtis Nei, ég er alls ekki ókurtis, skilur og ég er ekki hömlulaus, ég er ekki þú veist, en ég á bara engin leyndarmál og ég er ekkert sérstaklega góð í því þú veist, í gær var ég að tala við eitthvað fólk og hann segir sem ég var að tala við að því að þetta verður tilkynnt eftir 2 vikur, eitthvað svona og hann sagði, ég bara, já, nei ég er alveg að segja þetta þetta er bara svona óopinbert leyndarmál þú þarft ekki að þú veist, ég væri ekki að segja þér þetta ef þú þyrftir að þegja við því skilurðu, þannig að það er ekki þannig en þegar fólk segir eitthvað nasty við mann þá er það af því að það er skömm og eða eitthvað sem ég er búin að læra og lærið seint en lærið því ef fólk er að hunsa þig af einhverju ástæðu eða beita þöggun eða eitthvað svona, fólk sem þú skilur ekki alveg af hverju þá er það af því það hefur vonda samviskupið gagnvart þér þá er það af því það hefur gert þér eitthvað sem þú endilega veist ekki endilega hvað er skilurðu, eða það talar illa um þig eða það þú veist, það gerði þér eitthvað sem þú ert kannski búin að fyrirgefa eða þú ert kannski
eða bara aftur, veist ekki hvað þess vegna það hunsaði. Það ekki af því að þú ert svo óþólandi. Það af því að það skammast sín og finnst óþægilegt að mæta þér af því að það veit upp á sér sökina. Stundum það bara að veit upp á sér sökina að það þólir þig ekki en það skilur ekki af hverju og það skammast sín fyrir það. Þau hugsa bara, þessi mannskja vill mér ekkert illt. Hún hæfileikarík, alltaf almennileg við mig, brósir þegar mæti mér, skemmtileg, en ég þóla hann ekki. Og það bara skammast þessi djúpt, það veit ekki af hverju þessi mannski fyrir töðan á þeim, að það forðast, skilur. Þannig að ég búin að læra, ef ég upplifu hunsun, sem ég ger alveg stundum, þá ég hætt að reyna að breyta því. Bara... Já, maður breytir ekki mikið öðru fólki. Það bara ásunnsværandi. Ef fólk að hunsaði, þá það því að það hefur eitthvað skömm sem að ég get ekki leynað hjá þeim. Og það ekki að reyna. Nei, það þarf ekki að reyna. En þið bygguð í Budapest, þú varst þar á undan í New York, það sem að ég spyr svolítið oft fólk hérna úti við borðið það með samfélagið. Það sko, þú veist, þetta félagslega hliðina því að búa í samfélagi og það svo skrítið að maður býr í svona risaborgum að það samt svo mikið samfélag þar og maður svo fljótur að búa sér til lítið samfélag inn í stóru samfélaginu eitthvað neginn. Saknarðu ekki þessa hér? Jú, og ég lærði þetta í Budapest. Sko, ég lærði þetta Budapest og New York, Ungverjar og Amerikanar í New York eru brjálaðslega ólíkar tegundir. Ungverjar tala ekki við mann út á götu og hrósa manni. Mér finnst það rosa skemmtilegt í New York. Það bara, wow, gæla í dag, þú veist, eitthvað ókunnt fólk. Damn girl, og maður bara, þú veist, það ógeðslega gaman. Það brjálaðslega partí að búa í New York. Og tala ekki ef maður sýnir það einhvern veginn, þú veist, ef maður að taka upp myndbanda sjálfu sér eða eitthvað svona, þú veist, eitthvað, fötin sem maður í dag eða eitthvað, þá labbaði reyðilega fram ég bara looking good, þú veist, skilur, það er bara geggja spennandi. En Ungverjar eru svona, ef að segja, heima fyrir, þú veist, þeir eru heimasamfélag og við lærðum það að íslenska þjóðin stórgölluð úti í Ungverjalandi og lærðum það bara hratt. Við vorum bara tekin inn í eitthvað foreldrasamfélag og vorum í fyrsta skipti í þeirri stöðu að geta ekki hafnaði, geta ekki verið bara, nei, ég er upptekin í vinnunni og foreldrafélagið í leikskólanum eitthvað, með eitthvað, þú veist, leðaldi kemst ekki, þú veist, þetta. Lærðum það bara að mæta og þar var bara brjálaðislega aktíft samfélag af fólki sem vildi allt fyrir okkur og með okkur gera og við eignumst vini í gegnum þetta samfélag af fólki sem rosalega samfélagslega þenkjandi. Má ég skuttla stelpurum ykkar í sund, má ég hjálpa ykkur ef það eitthvað, getum við, þú veist, og við nýttum okkur til hjálp. Bara ég þarf að fara til læknis, hvert fer ég, hvernig ber ég mig að, allt þetta, þau bara hjálpuðu. Og þá varð ég mjög hugsi yfir íslensku samfélaginu þar sem maður fer, ég reyndi einu svona að heilsa samstarfsfélaga í Krónunni á gamlársdag eða eitthvað og ég gat það ekki að því að hann var með podcast í eyrunum inn í Krónunni. Skilurðu? Hann var hér á meðan að, þú veist, hann hefði getað heitt fullt af fólki. Sett góðan daginn og brosa og allt þetta. Og það bara mjög algengt. Ég hef oft verið einmitt í maturubúðinni og séð einhvern álengdar sem var með mér í skóla og ég hef farið aðra leið af því ég nefndi ekki að segja hæ. Að maður þarf bara að segja hæ. Það ekkert flókið. Hæ, gaman að sjá þig, bæ. Þetta þarf ekki að verða, þú veist, ef maður tímaþröng, þá þetta ekki einu svona tímasóun. Þetta ekkert eitthvað svona einmitt. Ég var að hanga saman, þetta bara hæ og bæ. Þetta bara hæ og bæ og þetta hæ og bæ skiptir bara sköpum en svo líka bara þetta að standa við það þegar maður segir verðum að fá kaffi saman. Þú veist, standa við það og það svolítið það sem ég að breyta í mínu lífi með gallerínu og ég þar bara og ég bara boða fólk þangað, sko. Ég bara búin að taka fullt af kaffibollum með fullt af fólki sem ég þekkti ekkert áður. Komdu að fá þér eitt kaffi og fólk kemur og það stoppar í kannski 3 korter klukkutíma, tökum eitthvað spjall og svo bara heldur
dagurinn áfram. Þetta svo mikilvægt. Sko. Brjálæðislega mikilvægt. Það fyllir á eitthvað batteri. Já. Og bara svo einfalt. En gerir samfélagið þeimur betra, sko. Og ég vil alltaf safna að bara alls konar fólki. Ég ekki fordómafull gagnvart fólki. Þú veist, mér finnst bara fólk með vondaskoðun líka gott fólk og fólk sem hefur gert vonda hluti líka gott fólk að tala við og þú veist, ég ég beit ekki útilokunar, þú veist, ég hef engan áhuga útilokun. Þetta þýðir ekki að ég vilji fá alla í kaffi, þú veist, alltaf, það þetta til fólk sem maður rekst ekki saman við eitthvað ástæðu, en það líka bara til fólk sem minn galla sem maður rekst bara vel við. Og veist, og til að koma og fá sér bolla og spjalla og þú veist, allt þetta. Mér finnst þetta brjálæðislega mikilvægt og við lærðum svona okkar markmið, okkar freys að gera þetta miklu betur og bjóði fleiri matabóð. Það þarf ekki alltaf að vera eitthvað svona stórkostleg flugeldasýning. Það má líka bara vera súpa á þriði. Já, bara okkar bestu vinir eru komnir í næstu götu og þú veist, bara í hádeginu að segja, við taka lasagna í dag. Það bara koma þig, þú veist. Og svo bara fara það heim, skilur. En við náðum einhverju touchdown með einhverju fólki sem okkur þykir væntum og börnunum þeirra. Já, þetta vantar svolítið hérna. Og þetta er svona tilfinnanlega og svona fjarverandi í íslensku samfélagi. Ég lærði það líka því að ég var með fólki í námi frá Tyrklandi, Túnis, Rússlandi, Indlandi, Sri Lanka. Þau líta þeirra stereotýpa af Norður-Evrópu sem ég hafði ekki hugmyndum að væri í gangi, af því að við höfum okkar stereotýpur fólk frá þeirra löndum, að Norður-Evrópa sé einstaklingshyggju kúltúr. Þannig sjá þau, fólk sem byrja í Norður-Evrópu, þetta er einstaklingshyggju fólk. Það bara eitt heima í þessari friði. Já. Og ef að þau eru strætó, þá setjast það ekki við hliðan á neinum. Það helst ekki í þetta er svo kalt. Brjálæðislega kalt. Og það er þeirra stereotýpa en hún er rétt. Já, það er einmitt. Það er yfirleitt eitthvað til í stereotýpum. Hún er rétt, þú veist. En þau er frábært velferðarkerfi. En ekkert community. Og ég alveg, það er smá rétt. Það er mjög sorglegt. En ég var líka, ég fann alveg mér. Ég var alltaf ekki að mætti tíma, farin aftur, eitthvað, alltaf á leiðin eitthvað. Nú þarf ég að ná næsta tram, eitthvað. Þú veist, það var rosa lítið svona eitthvað, settist bara niður og verið ekkert að velta þessu fyrir sér, þú veist, ég þurfti ekkert að mæta þetta eitthvað heim á slæginu. Ég gæti alveg beðið til næsta tram, sko, þú veist. En það maður svona, alltaf svolítið eitthvað skjótast. Já, svona þessi stresskultúr, einmitt. Og maður er rosalega stressaður yfir því að vera komin heim til sín, til þess að vera einn þar. Og eiga helst ekkert í samskiptum við fólknum í gegnum neti. Já, algjörlega. Og ég ætla að reyna að breyta þessu. Ekki fyrir allt Ísland, ég ætla ekki að taka það í fangið, bara fyrir mig og mitt fólk. En ég fann líka alveg fyrir því, ég fór í Vesturbælaugina í gær, þeirra dag. Það er svona svo lítið samfélag. Já, en þar var manneskja sem að ég hugsaði, nú skulum við taka góðan daginn á þessa mannesku sem að það er ekkert endilega allt hreint þar. Og ég svona horfði í augun hennar og hún horfði undan strax og ég sagði, það er ekki allir tilbúinir í mitt góðan daginn. Bara verður svo að vera. Ég ætla ekki að þvinga það. Svo kannski kemur það. Kannski horfður hann á samstöðu. Það getur vel verið. Og hugsa mér sér, kannski ég segi nú hæfið annars næst. Kannski. Eða ekki. Það er alltaf læg. En bara ég veit alveg að þetta er fólk sem er til í það. Og alltaf safna því fólki kringum mig. Já. Það er svolítið góð regla. Þú myndist á þetta með fötin áðan. Ég verða að spyrja þig áðan en ég sleppi þér. Hvaðan kemur þú ert alltaf rosalega fín og elegant og þú hefur þið mikið til og þú leggur mikið upp úr því að koma vel fram og í fínum fötum. Hvers vegna? Það er bara áhugamál númer næstu 1, sko. Þetta er bara algjörlega fast í minni rútinu að ég klæði mig alltaf upp á mótana. Og ég segi alltaf, sko,
ég fekk að myndi Hildi Björnsdóttur viðtalti mín í Morgunútvarpi og hún sagði, þú ert alltaf svo fín. Ég sagði, já, sko, maður jafn lengi að fara í ljótföt og fallaföt. Þannig að, þú veist, akkur ekki velja falleg. Hún alveg, ég alveg sammála, fólk alltaf spyrja mig, þú veist. En þetta stöður fólk líka. Ég mjög oft fengið svona sneiðar varðan þetta. Þú ert alltaf einhverju átvetti. Kemur reglulega. En ég alltaf einhverju átvetti. Þannig ég alltaf að svara þessari spurningu með bara já, það rétt. Og stundum kemur, manni líður bara illa í kringu þig, það ég bara strusla hérna. Og þá kemur bara, já, það ekki minn tilgangur með því að klæða mig upp. Ég ekki að hugsa hugsa það að einhverjum öðrum geta liðið illa við því. Ég sýni sjálfur mér og öðrum virðingu með því að vera snyrtileg til fara, hrein og fín með greitt hár. Og mér finnst af því að ég auðvitað í þessum estetíska heimi, listheiminum, ytri ásýnd skiptir bara gríðarlega miklu máli. Það fullt af fólki sem heldur að svo sé ekki, það fullt af fólki sem heldur að ekkert nema innihaldið skiptir máli, en það bara ekki þannig. Bók með kápu af ástæðu og svo bókakápa getur algjörlega skipt sköpum varðandi það hvort þessi bók verði lesin eða ekki, hvort það verði hlusta á innihaldið eða ekki. Og þess vegna klæði mig upp, af því ég rosalega gaman að því. Gefið mig kraft, þá sjaldan að ég fer í einhverju út sem að ég fíla mig ekki í, þá ég að keyra á 70% orku þann daginn. Þú veist, líður ekki vel. Það skiptir miklu máli. Það skiptir bara rosalega miklu máli. Þetta bara algjörlega partur af því hver maður er. Þú veist, við erum bæði ytra og innri og mín föt endurspegla alltaf hvernig ég þann daginn. Ég ekki búning. Þú veist, suma daga hef ég svona orkuna og kraftin til þess að vera kannski í einhverju sem þú veist, ég pínulítið óþægilegt, eins og svona buxum og þröngu, einhverju vesti eða eitthvað, þú veist, og aðra daga fer ég aðra leiðir. Ég var með stóra opnunu gær, ég svolítið þreytt í dag og þá fór ég bara eitthvað svona mjúkan kjól og jakka yfir og ég lít vel út, en þetta eru þægileg föt sem að munu koma mér í gegnum daginn og henta öllum þeim viðburðum sem ég þú veist, ég með fund klukkan 11, svo ég með galleri opnun, ég þarf líka smá útrétta, þú veist, allt þetta. Ég get vaskað upp glösin frá gærdeginum í þessum fötum, þú veist, skilur þetta alveg úthugsað. En þetta hæfir hverju tilefni og gefur mér, svona fleiti mér út í daginn. Ég myndi aldrei mæta í gallerið mitt í joggingalla. Nei. Ég stundum með vinnufötum þar, vinnubuxum, svona, já, smekkbuxur, sem ég þrýf gluggan í og eitthvað svona. En það eru smart. Ég ógeðslega átt þeim, nei. Það eru, ég keypti þær á, ég man ekki, 250 kall í vintage-búð í, flest sem ég á notað, eða 90% af fattskapnum mínum notuföt, Er það eitthvað sérstök ástæða? Ég bara hef alltaf blöng. Ég hef alltaf pening. En ég vil kaupa mikið. Ég þarf að eiga stórt galleríafötum til þess að hafa úr að velja. Ég gæti ekki svona minimalískan lífstíl þar kemur að fattaskapnum mínum. Einhverju svona sem kallast capsule wardrobe, þú veist, eitthvað, ég get ekki verið með einhvern einkennisbúning sem ég færi alltaf í og þetta virkar alltaf. Ég hugsa stundu hvað væri þægilegt, Ég hugsa nú ætla ég bara eiga 4 svona alveg samfestinga og fara bara alltaf í þá. Ég geti það ekki. Nei, en svo getur maður það ekki. Ég geti það ekki, bara, þú veist, það myndi henda mánuði og þriðjudegi var ég algjörlega bara, mér líður ekki svona í dag. Í dag líður mér eins og ég fara í svarta og græna röndótta kjólinn minn sem að allir spyrja hvort ég sé karakter Beetlejuice þegar en mér finnst ekki flottur, skilurðu, þú veist þú veist ég gæti það ekki. En ég bara skvís, þú veist, það skiptir mig bara máli, ég eiginlega alltaf á hælum, samt 1,77, mér líður betur líka mannum þegar á hælum, ég hreyfa mig betur, þú veist, meira, eins og ég, þú veist, ekki svona einhvern veginn hlungast áfram, skilurðu. Þetta eru bara svona litil hlutir, ég vil alltaf vera þannig, ég er búin að vera á hælum sem ég var, þú veist, ég veit það ekki, 16 ára, eitthvað. Þetta líka stundum stregaskóm, en þetta er bara risastór partur af minni sjálfsmynd í hverju ég þann daginn. Það finnst mér bara mjög skemmtilegt. Já,
gaman að heyra það. Óbúslega elegant. Snærós Sindradóttir, þakka kærlega fyrir að koma í helgispjallið. Ég veit að þú ert tímabundin og þarft að hlaupa strax í næsta viðtal. Þannig að ég ætla að sleppa þér og ég bið ykkur og að þakka ykkur kærlega fyrir samfélgina með okkur hér þennan laugardagsmorgun og ég bið ykkur bara vel að lifa. Takk. Segðu það á Samstöðinni.